Hérna, þessi var hérna. Herru, ég ætla að fara yfir vörn og ég ætla að fara yfir bara svona step by step, 1-1, 2-2, 3-3 og 4-4. Enda í þessu skemmtilega sjelli og bara sjá hvort það sé ekki ykkur æfingar sem að þið getið pikkað eitthvað upp. Það er bara að spyrja, ef það er eitthvað myndi, eða vil bæta við hérna. En hérna, bara þannig við byrjum þá náttúrulega að þá ég er eins og Gústi, ég er búinn að vera í þessu bara frá því að ég var ungu maður. Ég var ítti út í þetta í KR þegar ég var 17 ára, það fundust ekki minniboltaþjálfarar og ég var Benedikt til dæmis við einhvern veginn sniglust inn í þetta. Ingólfur Jónsson platta okkur til þess að byrja að þjálfa og náttúrulega bara ekkert eitthvað sem maður stemdi að sem ungu maður en ég náttúrulega var ekki það góður í körfubolta, ég komst ekki í lið öfugt við aðra sem að fór í þjálfun. Ég tilengaði mér þetta og svona mín fyrstu skref við að ætlaðist að vera þjálfari var að Birgir Guðbjörns bauð mér að vera aðstoðarmaður hjá meistaraflokki og það var náttúrulega bara algjör skóli fyrir mig. Það lærði maður svona hvað maður gerir rétt og hvað gerir maður rangt og ég fekk að vera í kringum, aðstöðarþjálfari í kringum meistaraflokk kalla og svo náttúrulega vorum við með gríðarlega skemmtilega og áhugaverða stráka í KR á þessum tíma sem kveikti bara áhuga hjá manni endalaust og þeir svona kölluðu á það að maður sótti sér einhverju vitneskju og maður var náttúrulega alltaf að sækja vitneskju. Maður satt kannski og horfði þegar maður var ekki aðstöðarþjálfari þá satt maður kannski að meistaraflokksæfingum og horfði á Laszlo og lærði og spurja og alveg svo Gústi þá reyndi maður að sækja eins mikið svona í aðra þjálfara og horfa á hvað það var að gera og pikka upp og það er bara beauty við þetta að það er alveg sama hvað maður er gamall í þessu, hvað maður er búinn að upplifa og vinna eða tapa, maður er alltaf að læra og ég nefndi Jón hérna á hann að í sumar og þá var Pesic sem er búinn að vinna allt, hann er með landsliði og félagsliðum og veit ekki hvað að hann er ennþá að læra og ég náði til dæmis að segja hlut sem hann vissi ekki en það er náttúrulega ekki mér að þakka en það var sem bara skotklukkubreyting sem er að verða og hann vissi ekki af því þannig að you see, I'm learning þannig að það er alltaf eitthvað að læra, leikurinn breytist og hraðinn og íþróttamenn er að vera meiri þannig að varnarleikurinn er alltaf að vera meira og meiri og við öskrum oft sem þjálfarar, erum oft að öskra inn á að við þurfum að bæta varnarleikinn, við þurfum að öskra hérna dekka yfirdekka og svo þá maður að spyrja sjálfan sig eru leikmennir sem maður er að kalla á alltaf skilja þau þegar maður er komin í leikinn hvað maður er að kalla á þá hvaða skilaboð maður er að henda inn þannig að ég til dæmis kenni vörn 1-1, 2-2 ábyggilega nákvæmlega sömu drill og því að það verður að gera en ég kannski ég gera öðruvísi. Ég held að við öll sömul munum gera það allt öðruvísi og ef þessi strákar fengju eina viku með hverju okkar, ég held að fengju misjafnar útfærslur frá hverjum, þannig að það hefur hver sitt. En leikmennir þurfa að skilja hvað við verum að henda inn og þess vegna er mikilvægt að endurtaka. Hann gerir ekki æfinguna bara einu sinni á pre-season og halda að leikmennir séu algjörlega komið með þetta. Heldur að hafa endurtekningar og reyna að gera svona filosofíu sem þú ætlar að hafa í vörninni eins og oft þú getur og bara í rútínu saman með skot og spacing og þetta. Við þurfum að gera þetta þannig að þau skilji hvað við verum að tala um og hvað það er við sem við erum að leita eftir. Þannig að þegar við erum að tala í viðtölum eftir leiki eða við erum að segja við leikum eftir leik og við þurfum að bæta varnarleikin og hvað erum við að gera til þess að bæta varnarleikin? Hvernig erum við að drilla til þess að bæta varnarleikin? Erum við kannski að gera eitthvað varnaræfingar með unga krakka sem að þeim finnst bara skemmtilegar og þau fatt ekki sem að þau séu að læra í leiðinni eða erum við að reyna að hafa alltaf keppni þannig að þau ná ekki að læra þau séu til dæmis alltaf að bara passa sig að keppa og sleppa því að læra fundamentalið. Þannig að mín filosofía er þannig að það er sama hversu gamall þú ert að þú þarft alltaf að vinna í grunninum til þess að geta bætt við þig. Og ef þú viðheldur ekki grunninn sem þú hefur þá nærðu ekki að bæta við þig. Þá ferðu afturför og missir svona tempóið. Þannig ég ætla bara að fara yfir 1-1, ég ætla að fara yfir 2-2, 3-3 og 4-4 og taka svona drillu sem að
mér eru kærir, þannig að já, ég ætla að tala minna og drilla kannski meira, en ef ég fengi bara strákar, ef þið kæmið hérna bara, við ætlum að vera á þessum körfum hér, þannig að við fengjum bara einhverja 6 og komið þá hérna 5 út og 1 undir körfunni. 1 að 1, það náttúrulega bara basic, við þurfum alltaf að passa það að hafa manni fyrir framan okkur og til þess að vera góður varnarmaður, og þá náttúrulega alveg klart mál að þeir sem eru meiri íþróttamenn, þeir sem eru kvikari á fótunum, þeir ætla að hafa svona umfram aðra að vera góður varnarmenn, en það líka að læra að lesa og hvernig við ætlum að lesa varnarmann. Ég vinn rosalega mikið 1 að 1 þar sem ég fer á toppinn, ég fer á vængina og ég leyfi oft leikmönnum að búa til þeirra eigin, en við förum svolítið yfir í 1 að 1. Ég stoppa bara mikið og læt leikmennina vaða. Ég frekar að leikmenn vinni heldur en ég sé alltaf að stoppa. En ef við fyrir með 1 að 1, þá erum við bara með ákveðnar reglur í þessu, að spacing bara inn í teiknum, það er goalsending, ok, og við vinnum alltaf með að við viljum alltaf fá close-out, ok, og þú getur ekki dekka þennan hérna leikmann eins og þú dekkar henni hér. Þú þarft að vita það hvernig leikmann er þetta sem þú þarft að dekka. Er þetta skotmaður? Er þetta dræfari? Eða er þetta bara allega leikmann sem þú þarft að spila henni bestu vörn? Þannig að þegar ég kem út, ok, ég sendi ykkur kantinum og kemur upp á kantinn, ok, kemur upp, og það er ég vita, hvað ætla ég að fórna honum á? Við ætlum alltaf að setja hann á veiku hendina. Ef þetta er góð skotmaður þá fer ég beint á hendina, ok? Þannig að þú getur einangrað strax í byrjun, hvort að þú ætlar að gefa hann skotið, hvort þú ætlar að gefa hann dræfið eða hvað er. Þannig að nú ætlum við bara aðeins að drilla og svo stoppum við bara þegar það kemur. Þannig að byrja aftur inn í og við höfum þessa keppni, ég hef það reglur hjá mér að ég þarf að stoppa 2 sinnum í röð til þess að komast út. Það er ekki nóg bara að við róturum alltaf. Til þess að vörðin hafi meira vægi, að þá hef ég fleiri stopp heldur en körfur. Þannig að prófum þetta aðeins, drillum þetta aðeins. Nú er ég ekki búinn að setja nein takmark á dripplein eins og leys, en ég fíla 1 á 1 það sem ég hef aldrei út af. Það er ekki að menn geti beilað sig út af eða menn stíði út á línu eða svo leys. Við setjum oft 3 drippl, 2 drippl, mjög oft 2 eða 3 drippl, þannig að við höldum áfram. En það er bara þannig að við látum bara og komum 1 stopp, halda áfram, strax. Lesa vörðina, maður lesa svona mann fyrir ekki, þvinga út, aldrei út af, fínt. Ok, nú komum 2 stopp, þannig að þá fer hann í vörðina og svo fer út á strax og sjálfsög viljum við hafa gott tempo í þessu, aldrei út af, það er aldrei út af. Það kom 1 stopp, aldrei út af, ekki leyfa mönnum að hafa beil. Ok, nú ertu komin á par. Ok, stoppa, það skilji ég. Að láta svona, og það, ef við viljum hafa það ennþá meira krefjandi, að þá er mjög gott að hafa jafnvel 3 stopp, og ef við erum mjög kvikindisleg, þá getum við alveg farið upp í 4. Það getur verið svolítið langur pakki af því. Drillum með 1 á 1, með 1 á 1 vörn. Hörru, komdu bara á kantinn. Við þurfum að vinna alltaf í close-outi og öllu þessu. Þannig að það er ágætis drill sem við erum með, ef þú byrjar undir körfunni. Við byrjum með úti, að þú gefur á hann gefur hann aftur á þig og nú kemur þú út, ok? Og þá ætlum við að lesa, flestir eru þannig að þeir vilja ekki gefa miðjuna. Það er eitthvað sem spila þannig, Haukarnir til dæmis spila að þeir gefa miðjuna. Þannig að við getum stýrt okkar svona filosofi hvar við ætlum að loka, hvar við ætlum að koma. Við ætlum að fara með, ef við ætlum að gefa endalínuna, þá viljum við fá öxlina, að víta öxlina á honum. Og þú ætlar að stýra honum núna. Við ætlum að hafa regluna, hann má ekki fara niður miðjuna.
og ef hann dræfur miðuna þá mátt ekki miskilja mig, þetta ekki að missa henni miðuna, nú ertu alveg kontról, skilur við, þannig að hann fyrir aftur út, nú ertu alveg kontról, að missa menninni miðuna ef hann nær öxlinn á sér þannig að komdu niður, senda hann í hornið, ok, reynda að sækja á hann, já, við að fyrir honum, ok, flott, nú skilji hvað ég við, ekki inn í miðuna, senda hann í hornið eða senda hann upp, ok, þannig nú ætlum við bara að byrja, boltinn byrjaði uppi, og sendum hann niður, þú hendur hann út, close out, og svo einn og einn, og áfram við þetta, hann þarf að stoppa tvisvar sem við röð, ok, nú bara fyrir þú aftur næsti, kemur, hann byrjaði með hann, sendur hann á þig, út, close out, og loka miðunni, enga hendur, já, voru þetta frákastið, ok, þú ert konar par, svona vinnum við þetta, og þarna hefur konar bara en reglur sem að liðið hefur, og það er alltaf eftir hvaða reglur þið hafið, hvort að við séum einhverja súlun í teig, eða meira segja, tek aftur dæmi með Haukana, þeir eru ekki með einhverja ofbáslega stóra leikmenn, en þeir hleypa miðuna, það er bara hversu eins að meta það, en flestir gera þannig að þeir vil ekki hleypinu miðuna til þess að taka frá opsjónuna, en að vinna með alltaf reglupunktana, að sama hversu einföldurlinn eru, að láta til dæmis refsing á varnarmanninn, ef þú myndir til dæmis missa mannin, hann myndir skora á þig að fara inn í miðuna, þá fer þú að tekur 10 arbur, ok? Herru, drillum við þetta hérna aðeins, prófum þetta, gefa hann inn í, og loka á hann, út missa hann í miðuna og skora á hann. Ok, nú þegar þú kemst út úr vörninni, nú ertu komið 10. Þegar það kemur einhver annar inn og skorar á þig, og það komið 20. Skilur þú? Og nú þarftu bara að bæta við þig í vörninni. Já, lokaðu fyrir hann, fínt. Ok, komið 1 stopp. Nei, 2 röð. 2 röð. Kemur hann aftur. Loka úti. Stopp. Sjáðu. Þú þarf að vinna í því. Þú gafst hann út. Hérna. Komst út. Og svo hrættur að þú myndir missa hann í miðuna að þú opnar mikið á körfuna og hann er með beina línu. Og það er 20 í því. Það er erfitt fyrir því að ná að komast fyrir hann og það sem er meira þegar það er konið í annan varnarleik, það er miklu erfið að hjálpa þegar leikmannin kemur á svo miklu keislu. Þess vegna er svo mikilvægt að vera inn að senda hann út í hornið, vera svolítið yktir á þessu og þá kannski ná að senda hann hingað. Ok, prófa aftur. Þú ert með 1 stopp fyrir það. Halda mig fram að þig. Ok. 2 röð, og gefum þú í vörn. Færum okkur heimkantinn. Mixum við á milli, hvort yfir. Mixum við yfir. Byrjum að senda inn í. Fáum hann út. Og close out. Lokaðu miðinni. Ok, flott. Hérna fengum við smá dæmi. Það sem er mikilvægt í vörninni, að það er alltaf rosalega mikilvægt að vera á gólfinu. Það er alltaf mikið, það kemur skotveik að þá fara leikmenn af, oft þurfum við ekki að hoppa, heldur að fara alveg upp. Og þá var sóknarmaður farinn. Þannig að við þurfum að vera með báða fætur á jörðinni og við þurfum að vera í varnarstöðunum. Ég ætla að fara yfir það eftir. En, sjáðu, þegar þú kemur út, fá hann, kemur þú út, hérna, ok, kemur út í hann, close out. Hvernig er close out? Hvað er close out? Geða hann aftur. Fótabörun, hvernig er fótabörun hjá þér í close out? Yes. Ok, og þú ætlar að beina hann hvert? Þá setur öxlina þér. Hafum að sjá? Close out. Já, sendir hann hvert. Fínt. Báða fætur á jörðinni. Alltaf inn í verðinni, alltaf á gólfinu. Ok, þá þú annar röð. Og þú fá 2 röð. Hvað, aftur. Þú fá 2 röð. Góður. Byrjuðu hér. Setjum hann niður. Gott, close out. Stopp.
Láttu heyrast í Kobe maður. Ha. Láttu svolítið í skriðjónum. Láttu að væla. Já. Lokum við inni. Frákastið, það aldrei út af. Flott. Aftur. Ok, við sjáum það strax. Það sem þú ert að bæta, þú verður að passa þig að þú er með lítið bíla með fótana þegar þú kemur út og þá er erfitt að þú er einhver jafnvægi. Setja bíla með fótana. Frákastið, aldrei út af. Og stíga út af sjálfsögðu. Ok, tvöðröð. Og þá sjálfsögðu bætum inn í refsingastundum að ef maður tekur sóknarfrákast þá setjum við maðingar eða plankan þannig að láta við borga fyrir svona mistökin og leiðrétta þessu. Ég ger ekki mikið af því að kenna svona hvert þessi. Ég vil leiðrétta bara fólki í þessum drillum hérna. Prófum aðeins hérna aftur. Við vorum að slæta betur. Ok, næsti. Láta hann senda það fyrst. Senda hann, fá aftur. Gott close-out. Það sem við þurfum að fara yfir í 1 og 1 eru þessi meginhatriði og það er að vera með báða fætur á jörðu og þegar við förum í close-outið það er að senda það þangað sem að liði vill að þið fari að við séum öll að sumu blaðsíðunum með það hvert við ætlum að senda mannin og við ætlum að sjálfsögja að þegar við förum í 2-2 eftir og þá þurfum við að sjálfsögja að bæta við að jump to the ball og þetta dæmi en í 1 og 1 að þá viljum við hafa svona hugafari þannig að allir 5 og 5, eða 4 og 5 vörn að það þarf hugafari að vera svolítið þannig að ég ætla að sjá það að minn maður skori ekki. Þá var eitt drill sem er mjög gott. Svo við skulum taka þessar 4 körfur hérna og við fáum 4 bolta, fáum 4 með bolta og finnið ykkur körfu. Svo fáum við 4 aðra til að dekka á og svo er 1 stakur. Þannig þeir eru 9 og þá hefja þannig að það er alltaf 1 eða 2 sem eru stakir. Þannig að nú á körfuna hér og finnum við okkur mann til að dekka og það er sama þetta við hendum honum út í 1 og 1 það er aldrei út af það er engin takmark á dribbli þannig að það virkir að reyna að vörnina að stoppa og ok, varnarmaðurinn byrjar með boltan við tjekkum hann og þegar það er búið að tjekka boltan þau tjekkum boltan ok, að þá er bara 1 og 1 og þetta er vörn þangað til að annarkoð maðurinn skorar. Ég byrjaði að gera þetta svo leys að við skulum taka bara demo á þetta, byrjum aðeins við myndum hafa þetta upp í kannski bara, við höfum bara fyrst að skora 2 korur þannig að þú gefur hann út núna byrjum á þessu allir, bara 1 og 1 já, bara byrja halda fyrir fram að sig núna, ok, stoppa aðeins fyrir ekki auka maðurinn ef þú skorar ef þú hefur skorað ok, ef þú myndir skora núna þá þarf varnarmaðurinn að finna sér miðjuna og nýr maður kemur inn þannig að sóknarmaðurinn í þessu heldur korfinni þannig að þeir eru skoristafar þá þurfum við að kalla nýja mann þá aldrei vera stopp þetta er rosalega gott conditioning drill þetta getur erfitt að hafa þetta upp í 15 korfur eða eitthvað þetta er gott conditioning drill og þetta fáum bara menn aksjón á móti alls konar leikmönnum, bæði stórum og litlum og öllu svo leys. Þannig að þetta er 1 og 1. Ef við prófum þetta, fyrst eru skora 2 korfur. Hæ? Það er först. Ok, herru, reynið þá að vera hérna megin. Sæbjörn ekki tryggðir? Er ekki tryggðir? Já, flott. Pössum okkur á þessu bara, vitum að þessu, þetta eru bara, já, hérna megin. Herru, ok, byrjum þessu upp í 2 korfur. Halda mannum með fram að sig. Já, og stoppa þess, mjög mistök hérna. Það er ein stór regla í þessu, að þegar ég tek varnarfrákast,
hérna og það er nóg fyrir mig að fara með báða fætur út fyrir teginn og þá má ég fara að skora. Það til þess að ef einhverju ætlar að vera bara easy way í þessu og taka 3 stiga bara alltaf, sem ég myndi gera, taka alltaf bara 3 stiga, að þá myndi varnarmaðurinn easily fara út fyrir og skora auðvitað á mig. Þannig að ég myndi ekki vilja það. Þannig að við höfum regluna að fara út fyrir teginn og þá má skora strax. Þannig að þegar ég tek skotið, að þá vil ég fara strax í vörnina. Ok? Sækja á hann. Aldrei út af. Ok, hérna, nýja varnarmaður hér, kemur hann inn, kom með eina korfu, hérna strax, hérna, og finna strax hvað það er. Hvað eru menn? Já, kom ég hérna strax, það komið, hvað stoppa, við erum með sigurvera, 2 korfur. Svona getum við gert þetta og ég veit að bara leikmennir mínir fíla þetta og þannig að kemur svolítið upp í að fá svolítið tempo í þetta. Menn fara í alls konar 1 á 1 í þessu. Við lesum alltaf bara hvað þau postum mannan upp eða hvað er, en svo snýjum við alltaf við. Þannig að nú ætla ég að stoppa, nú ætla ég að snúsa við, að nú spilum við 1 á 1, þangað til annarkor stoppar. Þannig að ef ég skora, þá kemst ég í vörn, þá höldum við áfram. En ef ég stoppa, ef ég næ boltanum, þá fæ ég nýja sóknarmann. Þannig að það er áfram mennið í miðunni, er orðin 10, okkar blót. Alltaf veg. Höldum áfram. 2 stopp strákar, fyrir upp í 2 stopp. Komum 1 stopp hérna, þá kemur nýr sóknarmaður. Hérna, nýr sóknarmaður hér, aldrei út af. Boltinn er aldrei út af. Og muna ef við skorum, að þá skiptum við hlutverk. Ef það skora, þá höldum við áfram, ég vil fá stoppinn. 2 stopp komin. Ok, flott, stoppa. Ná þessu. Og þetta er alltaf bara hægt að gera ef ég er með 5 í salnum, þá hefur við alltaf bara 2 korfur og 1 í miðunni. Og ef ég er með 15 og ef við höfum 7 korfur, þá er alltaf bara að splitta þannig að það sé tempo og það sé aldrei stopp. Og svona getum við fengið vinsluna með að vera, við getum þess að vera með helmingin stóra menn og þeir spili bara 1 á 1 sínum megin, bakverð öðrum megin, spila 1 á 1 sínum megin, en ég fíla best að láta alla út allt. Af hverju? Af því að til dæmis þau lið sem er að skipta í vörn, að þegar ég er að dekka stóra mann og ég þarf að skipta, þá fæ ég æfinguna í þessu drilli með fótavinnu að geta haldið mann fyrir fram að mig, að dekka bakverði og æfi mig í því að vera að dekka bakverði. En ekki bara þegar ég kem í leiki, þá ætlum við að skipta skrínum, alltaf búin að spila móti Rakanat og eitthvað svona skilur. Þá er ég ekki búin að fá æfingunni því að dekka litla menn. Þannig að þetta er svolítið gott til með það að geta dekka alla stöður. Herru, ok, við ætlum að fara í 2-2 og þegar við fyrir með 2-2 þá erum við komið aðeins meiri bakka. Fáum 2 ræðir hérna undir korfunni, fáum 2 hérna úti, vinstri röðin hérna með bolta, komið undir korfunni stafar. Ok, fáum boltan hérna megin. Ok, í 2-2 og við viljum halda áfram að taka close out og við viljum halda áfram að vinna með það hvert við viljum ekki fá varnarmennina. Þannig að við löfum ekki með það. Þú gefur hann út, þá er regla. Við þurfum alltaf að gefa hann yfir, og þá fyrir við live. Þannig að þú kemur í close out, ok, og svo er bara við ykkur frjáls að spila. Pick and roll, dræfa baseline, dræfa miðju, og þú verður að fara eftir því, þú ert að yfirdekka þeim að þú ert einu sendingu frá, og eins og Gústi tala um áðan, að þá þurfum þið að hreyfa ykkur, ef þú drippar til míninga, þá þarf það annarkvæmt að koma í pick and roll eða spacea. Þannig að vörðin það þurfa að hafa fyrir því. Kött í gegn, eða þið með bara að gera hvað sem er. En við sem varnarmenn, nú þurfum við að bæta við okkur, við erum konið close out, við þurfum að sjá boltan á mannin. Og það er mjög gott að vera að tala á sjálfan sig. Það er mjög gott. Þó að Lúki ekki svakalega flott að tala á sjálfan sig alltaf, það var mjög gott í þessu. Viltu að skipta skrínum? Nei, við ætlum ekki að skipta skrínum. Við bætum því við eftir. Nú ætlum við bara að berjast í gegn,
Þannig að ég ætla bara að sína þetta einfalt, ok? Byrjum upp á nýtt. Gefum hann út. Svingum honum. Ok, stopp. Nú þú komin í yfirdekkuðina ekki, eina sem tekur frá. Þú út með boltapressu og hleypur honum. Hvað er þetta að hleypa honum? Hotnið og eða? Já, ekki miðun, ok, flott. Svo hreyfðu þú boltan. Já. Ok, fer í gegn. Spilum 2-2, ekki miðuna. Ok, ef hann hefur skorað, þá myndi ég hafa regla þannig að hann myndi skorið með að fara í miðuna. 10 arbur og við höfum sömu í þessu að vörðni þarf að stoppa 2 sinnum í röð. Hvernig rótur þetta? Ef þið skorið, fyrirgeðu, mín minnstök, þið hefur hérna úti, fyrirgeðu. Komið hérna út, stafar, komið hérna í röðan hérna úti. Það er bara vörðni niðri. Þið þarf að ná 2 stoppum í röð. Þannig að nú er búin á einu, þannig að þeir sem skoruðu ekki núna, þeir fara aftur til röðina. Þannig að nú gefum við hann aftur út, næstu 2. Gefum hann út, yfir dekkum, boltapressu. Sjá boltan á mannin. Ok, stoppa, sjáðu. Nú varst þú að sjá boltan á mannin, hérna. Hann á ekki að geta kött á þig. Þú ert alltaf að vera milli körfu og manns. Alltaf að vera fysikal á hann. Þannig að þú náðu stoppinu þannig að þið komast út. Þeir sem voru í sókn, koma í vörnuna. Þeir sem voru í sókn, fara í vörn. Ok, senda hann út. Svingum honum, close out. Já, og loka miðunni. Yfirdekkaðu. Ok, þú þurfum að stá 2 stopp í röð. Já, byrja niðri. Bara í tegnum. Gefa hann út. Svinga. Loka. Stopp. Sjáðu. Við ætlum að treysta það að hann sjá sinn mann. Ef þú ert eina sem tekur frá, þá máttu ekki hjálpa honum hérna, þá ertu búin að opna fyrir þinn mann. Loka miðunni. Fáum hann yfir. Á gólfinu. Close out. Ok, svo getum við drillað þetta áfram. Það er annað 2-2 sem ég fíla betur. Að það er, ef við erum með 4, komið þið 2 í það. Byrjar þú sem fóðu boltar hérna á hann. Hann byrjar á döðasvæðinu. Komið þið fyrir aftan. Fyrir aftan eru varnarmennir, sóknarmennir eru fyrir framann. Þú ætlar núna að rúlla boltanum, bara hægt að rúlla, út við þryggjasteljuna. Og þegar þú grípur hann, þú hleypur eftir sjálfur eftir honum. Þegar þú bara hægt, þegar þú grípur hann, þá er við live 2-2. Þú, leiður hann setur boltan í gang, þá hleypur þú frá þínu spott yfir að vilja tegn hér og dekka þennan hérna, sem er búinn að hlaupa út á 45 hinum megin. Þú hleypur leiður hann setur boltan í, hleypur á þennan punkt hérna og hleypur í close out á hann. Þannig að varnarmennir, þeir krossa og fara út í close out og sóknarmennir því víxlið. Prófum þetta. Í þessu fáum við gott close out, náum að loka miðunni, náum að senda það þangað sem við viljum. Bara hægt að hóla, ok? Go! Já. Svo fórum við 2-2. Ok? Við ætlum að stoppa 2 í röð. Þannig að núna koma næstu bara sóknarmennin. Það er sömu varnarmenn, boltinn hérna megin, þú rúlar hann út á 3. Já. Fínt. Ok. Þú ætlum að bæta við sömu reglur vorum á hann, að sá sem að færa hann þegar að rúlar honum, hann þarf að gefa hann yfir og þá erum við live. Þáttar einn, svo flott, rúla, gefa hann yfir, svinga hann yfir. Ok, nú erum við live, pick and roll. Ok, flott. Herru, nú ætlum við að bæta hans við þetta. Nú erum við komin 2-2 og nú ætlum við að skipta á þetta skrinum. Þannig að nú rúlum við honum út. Þannig að ef það kemur pick and roll, þá skiptum við. Strax. Verður fljóðari. Ok, stopp. Sjáðu.
nú varst þú að býða til pikkarólinu. Nú varst þú að taka pikkarólinu hérna. Þú varst bara að býða til að fara að skipta. Opnaði körfuna. Það er alltaf sömu elementin. Þú ert alltaf að senda hann annarkvort í hornið eða hingað. Ef þú heyrir þinn varnarmaður segja þessi skrín af vinstri, að það verður að setja varnarmannin í skrínið. Ef þú fórst eins og þetta, þá er bara búin að bjóða hann velkomin heim. Prófaður, sömu. Rúlum út. Snöggir á milli. Fínt. Sækja á hann. Ok, flott. Flott mál. Skiljið, þetta er... Það bæta líka allt við, bæta við þetta að það þurfi ekki að gefa hann yfir, það þurfi ennþá sneggri. Það þarf að regla ef að dræða í miðuna, það er alltaf refsing og það má stoppa 3 röð eða hvað það er sem er, bara bæta við það. En að láta svona, veist, bæta bara inn í. Hörru, fáum núna 3 í vörn þetta, förum í 3 og 3 og fáum svo 3 raðir hérna úti. Ok, við byrjum allir hérna niðurstöður, við byrjum allir hérna í rauðningsríknum. Komum hérna inn í rauðningsríkin. Einhver ætlar að gefa hann og þú gefur hann annarkvort á þennan væng eða þennan væng hér. Þannig að núna ætlum við að æfa close out og yfirdekkum bara strax í byrjun. Þannig að ef þú gefur hingað, þá þarf hann að svinga boltanum yfir og hann að svinga hingað yfir, ok? Og það sem svo eftir það er bara frjálst. Það er mjög gott að vinna með spacingið. Ef þú köttir í gegn, þá fyllir þú inn í. Ef hann dræfar, þá kemur þú lótar og allt þetta. Það sem við viljum fá sjá, hvað aftur boltaninn? Við viljum sjá, menn koma út á krafti, hann gefur hann, byrja close out, ok? Stopp. Ég myndi vilja fá þig til þess að fara að reyna að komast í yfirdekkun. Og án þess að hleypa honum, búm, framhjá þér. Þannig að það átt að koma í gott close out á. Hérna reynum við að fá alveg bullandi yfirdekkun. Þetta eru 2 sendingar, við erum komin út í close out og góð yfirdekkun. En að sjálfsögðu á sama tíma erum við að reyna að fá þennan varnarmann út eða ekki og baktor. Þannig að þú ert að koma út, setja boltapressu sem þú ræði við án þess að hann fari baktor. Ok, og þið ráðið á hvort kantinn þið gefið. Fín. Við ætlum að skipta allir skínum þar. Við ætlum að skipta allir skínum. Stopp. Ok, hvað áttur þetta? Hann dræfa hérna. Við vorum með 2 hérna uppi. Hvor eitthvað var að hjálpa? Sástu boltan? Nei. Sjá boltan á mannin er algjört lykilatriði. Við þurfum alltaf að sjá boltan á mannin og ég er á veiku hliðinni, þannig ég þarf að gera mig grein fyrir því að þú getur lent í þeirri stöðu, ég þarf að hjálpa, en þá er þú komið 2 menn hérna. Ok, við fyrir aðeins á eftir. Þú ert komið í hjálpina. Ok, nú sendir þú yfir hingað, þá pikkar þú hann upp og þú tekur hinn. Ok, þetta er ekki hægt ef við erum bara að spá í hérna uppi. Við erum ekki að sjá boltan á mannin, þá getum við þetta ekki. Prófaður. Kikum út, svinga. Yfirdekka þetta. Ok. Ok, við þurfum að 2 stöpp í röð. Fín regla í þessu er að þeir megi ekki skora nema 3. maður sem er búinn að fá hann. Það er fín regla. Þið verður að reyna að ná sendingunni yfir og þá er ekkert að fara í gang með að skora fyrir að ná því. Ok? Já. Ok. Fín yfirdekun. Stopp. Hvert er þú að senda hann? Nú stendur þú svona hérna. Hvert er þetta ekki að bjóða honum? En þú ætlar að bjóða honum á, hérna, á vænginn, það ekki? Ok. Við erum áfram að sjá boltan á mannin. Við ætlum að skipta, fínt.
Fínt, ok. Núna núliðist út og þurfa að ná aftur stoppi. En svona getum við bara að halda fram og setja reglur. Það þurfa að vera x margar sendingar áður að megi fara í gang eða það megi bara fara strax í gang þegar hann færa hann hérna úti. Ég hrifnar að því að það þurfa að svinga yfir til þess að fá æfingunni að loka á battor og það. Já, bara reglur annað, láta vera refsingu ef við missum menn í miðuna eða ef þeir klikka á að hjálpa og allt þetta. Við ætlum að fara, vil ég fá eitt til ljúbúti þessu eða? Ég ætla að reyna að fara í 4-4. Það er ekki betra? Ha? Förum í hérna sjeldrillið. Förum í sjeldrillið. Við ætlum að fá einhverja 4 tögu að hvíta. Einhverja 4 tögu að hvíta. Og komið þið 4, komið þið í vörn. Fáum hérna staðina 4. Hérna. Komdu hérna niður, komdu hérna upp. Komdu upp, ok. Það var ákveðin stig í því. Við gerum þetta öll örugglega á svipaðan hátt. En þá er bara núna erum við að einbeita okkur að því að kunna liðsreglurnar. Og þegar við byrjum 1-1 þá vorum við að gefa hotnið og uppi, við erum ekki að gefa miðuna. Þannig að við þurfum að kunna varnarstöðunar, þessar 4 klassísku. Og varnarstaða 1 er bolti, ekki? Og þú ert að bolta þá sendur hann. Já. Og einu sendingu frá, yfirdekkun. Varnarstaða 3, varnarstaða 2. Varnarstaða 3 er sjá boltan á mannin. Já, hjálp. Þú ert í yfirdekkunni það. Þú ert í hjálp. Sjá boltan á mannin. Ok. Þessar stöður ætlum við bara að vinna með. Og það er ágætis regla að taka bara í fyrsta svona í keislinni að taka bara 7 sendingar, láta boltan vinna, kant í kant, mitt á milli og við bætum við sendingum. Ef þið talið ekki, bolti, yfirdekka, hjálpa og allt þetta, ef við tölum ekki á því, þá bara bætum við sendingum. Þá verður við bara lengur. Eða bætum við tíma. Þið getur verið bara 5 sekúndur ef þið geta vel. Eða þið getur verið upp í 40 mínútu ef þið geta illa. Þegar taka við tíma á þetta. Þannig að við fáum allir 4 til að tala hátt og skýrt. Bolti, yfirdekkun. Og ef þið viti ekki hvað ég segja þá bara nafnið ykkar eða uppáhaldsmatinn ykkar eitthvað. Sjónvarpsmynd eða bíómynd eitthvað. Kallið það bara upp. Þannig að hreyfum boltan, hreyfum hann svolítið, höldum honum í einu sendingu fyrst. Halda einu sendingu, láta hann hreyfa sér rétt. Það má sjá, kjöðu hann. Bolti, yfirdekka, bolti. Halda hann einu sendingu, halda honum. Yfirdekka, bolti. Yfirdekkum. Yfirdekka. Stopp. Ok. Þegar maðurinn minn, þegar ég er að dekka bolta, hérna, ok, og hann gefur hingað, það kallast það jump to the ball. Þá ertu búin að loka það, að ef hann ætlar að kötta á þig, þá ertu á milli. Ef að þú myndir vera bara flattur, gæfir henni það, hann kemur fram hjá þér, þá er hann komið með mörg. Þetta viljum við ekki fá. Við viljum að þú jump to the ball, stökka fyrir boltan, og þú automatískt komin í yfirdekkun. Öllum stöðum. Ok, hreyfum hann. Bolti. Sendum hann, fá öxlina. Yfirdekka. Sjá boltan á manni, öllum stöðum. Yfirdekka. Já. Ok, stopp. Þetta er svona fyrsta, þannig að skiptum vörn og sókn á vörn. Í öðru, að þá myndum við bæta inn í að þegar við dræfum frá kantinum, alltaf þegar við sendum á kantinn, að þá viljum við fá því til að dræfa baseline. Ok, bara hægt og rólega, dræfa eins og þess að fá skora. Þá erum við komið með, býta hans upp á kantinum. Þú varst hjálp, ok. Þú boltinn er komin hérna niður, þannig að þú ert komin með annar fótinn inn í teginn. Fínt, ok. Þegar hann er að dræfa hérna, þá ert þú karfa og lokar hérna. Reglurnar sem við höfum, það er einhverjir sem að hafa þannig að þeir hjálpa frá toppnum hérna á boltan, þeir eru mitt á milli, en ég er ekki hrifinn af því. Ég vil yfirdekka á sterkum hliðinni, ég vil ekki gefa þessa sendingu. Ég vil að þú sért núna komið í þá stöðu að vera með 2 menn,
Þannig að þú þarf að sjá boltan og 2 menn hérna. Og hvernig getur þú gert það? Þú getur alveg hreyft hausinn á þér í 180 gráður alveg eins og robot. Það er bakkað niður og bent. Ekki? Þegar ég kem í hjálpið hérna, þá þýðir ekki að koma bara hérna og vera hérna. Þannig að það sé auðvitað að gefa hann og vera þetta að hjálpa. Það þarf að koma og loka endalínunni. Ok? Ef það gengur ekki, þá hefur hann mögulegan á að þú lótir hann, ekki? Þá myndir þú snúa þær í hérna út. Ok? Og þá er áfram, þá er þú yfirdekkunni, þá er þú ennþá að karfa. Svingum hann yfir. Ok, svingum hann yfir. Fáum á kantinn, dribla aftur á baseline og stoppa. Ok. Ef hann myndi koma hérna og henda út á þinn mann, þá ferð þú bara aftur á þinn mann. Út í close-out, loka miðunni. Þú sem varst í hjálpinni, þá ferð þú aftur bara í þinn mann. En þá ert þú orðinn hjálpinkarfan og þú ert einsendingu frá óvert. Sí, ok. Aftur, dræfa hann á baseline. Þú ert komin í hjálpina. Ok, stopp. Ef þetta gerist, ef þú dræfa baseline eða sendir á, þú ert nú komin niður, þú ert hjálpina ekki. Þú ert komin niður og ert með 2. Ef boltinn kemur í hornið, þá kemur þú út í close-out og þú fer út í manninn uppi. En þú bara gerir eins og Gústi fór yfir á hann, svona hérna yfir þar. Þannig að þú er búinn að dræfa út, þá getur annarkoð farið út, þú getur farið upp og lesa. Ok, og það er til lita aðeins. Prófum þetta. Sendum að kantinn. Fáum hann yfir. Hvað er dræfaðu? Fínt. Og þú upp. Stopp. Ok, hérna fengum við, þú er mjög djúpt. Þú er mjög djúpt hérna, fáum boltan aftur hérna á hornið. Ok, þú ert mjög djúpt. Þannig að þú hjálpaðir. En þegar þú ert að fara alla sér leið hingað, ef þetta er rosalega góður skopmaður, þá getum við haft regluna þannig að á þessa róteringu, þá myndir þú fara yfir og þú kemur upp. En hvað þurfum við að gera þess að það gerist? Tala. Það eru prófum við það 2 sigur bóta áður fyrir næsta. Svinga. Dræfa. Fínt, aftur út. Komum við yfir. Fá kantinn, dræfaðu. Fínt. Fá hann yfir. Dræfa. Dræfa kantinu. Stopp. Þú veist hérna, snýri baki í manninn, við fyrir alltaf niður. Auka hliðin. Ok, við skiljum þetta. Þriðja sem við förum í er að nú viljum við fá aksjónið að alltaf þegar ég gefa hann að þá kötta ég. Þannig að nú þurfum þið að fylgja manninum ykkar. Við erum ekki að skipta skrínum. Ok, þú kemur í gegn bara, hoppar í boltan, þú lótar, hérna, svingar hann yfir, hér, við erum áfram ekki að dribbla. Við erum bara að kötta, bara að hreyfa boltan. Ok, stoppið aðeins. Þið þurfum tæmingastakar að þó svo við bætum við, það er rosalega einfalt þegar við vorum bara að senda það milli standandi að tala, segja nákvæmlega hvað við erum. Bolti, yfirdekka allt svo leiðis. Við þurfum að taka allt með okkur. Þegar við byrjum að dræfa þá þurfum við áfram að tala við okkur ennþá meira. Og núna þegar komið hreyfing, þá þurfum við að tala ennþá meira. Og svo næsta þurfum við að bæta ennþá meira við. Þannig að haldið tala áfram. Og ákveðir, heyrum, að heyra. Tala við sjálf á sig. Kom upp, ekki. Yfirdekka. Stopp. Ok. Bestu varnarliðin, þau vinna þannig að þau eru búin að yfirdekka áður en að staðan er komin. Þau eru komin í stöðuna. Þegar ég er að fara að senda hann, þá ætla ég ekki að fara að hlaupa út í yfirdekkun, þá er ég á seinn. Þannig að þið þurfa að hugsa og sjá leikinn. Bestu varnarmenn að gera það. Þeir sjá leikinn og vinna stöðuna áður en það gerist. Þannig að ef ég er að fara að gefa hér, þá er bara komin yfirdekun. Ég er að fara að gefa hér, það er yfirdekun. Ok, þá þarf ég að dribla til hans til að gefa hann. Þá er bara komin yfirdekun hinum megin. Það er yfirdekkað mig. Ef við erum á langt frá og of soft, of seinir, þá er það auðvitað að skora okkur. Ef þið sjáu Tindastól eða Keflavík kvenna, þau eru með rosalega aggressífa boltapressu og mjög aggressífa fyrstu yfirdekun. Og þau eru góð í þessu. Þau eru búin að drilla þetta mjög vel. Þannig að ef þið vilja vera góðir varnarmenn þá þurfum við að vera
að hugsa undan, vera undan. Það er flott. Nú ætlum við að bæta við að nú ætlum við að fá hérna, við ætlum að hlaupa alltaf út allt, kött í gegn og þegar við fáum boltan á kantinum að þá ætlum við að keyra baseline og þá fáum við hjálpina á þetta dót. Ok? Ok, láta hann út á kantinn, við erum ekki að stela strax. Yfir, dræfa. Já, upp, út. Ok, við erum of langt frá. Þú ert passaði, þegar þú hjálpa ekki fara bara beint niður. Farið inn í þá stöðu þá sem þú sér, inn á milli. Aftur. Yfirtökum. Þegar ekki, kemur út. Já. Sving, dræfaðu. Stopp. Ekki komið hjálpina þannig að þú snúið hnakkanum. Þeir hefðu átt að gera kött á þig, af því þú missir sjónarna á báðum. Þeir eru að kött, þá er ég bara kött í baki á þér. En ég kem alltaf niður að sjá boltamann til þess að geta brugðist við því. Herru, ok. Svona getum við gert það fram, en þetta er bara grunnurinn. Með meistaraflokkan okkar í Snæfell, að þá vinnum við svolítið mikið með þetta og þá erum við með keppni í gangi og þá hefur við þannig að við erum kannski konið í 4-4 og þá hefur við þannig að ef þeir skora 2 eða 3 korrir í röð sóknin að þá hlaupa, ef við erum með 3 lið í svona að þá hlaupa þeir, þannig að ef við prófum það ef þeir náðu 2 korrum í röð þá hlaupa þeir, ef þeir stoppa þá skiptum við svona vörn. Þannig að nú myndum við fara með live og þegar við erum í live að þá þurfum við að halda áfram að tala ekki, við þurfum að hafa boltapressu, yfirdekka, sjá boltan á mannin og tilbúin í hjálp. Þið megið dribla þar, það er bara live. Nei, villa. Ok, önnur góð regla að ef að þess að forða því að við séum að beila okkur út á lélegri vörn, en núna er komin 1 villa, að ef það koma 2 villur í sama playinu, að þá hlaupið þið. Ok, þannig þið komið 1 villu, ekki brjóta. Kött í gegn. Komdu, yfirdekka. Já. Reynum að stela þessu, fá baktor. Hvar þú? Yfirdekkun, úti í yfirdekkun. Yfirdekkaðu. Engin skóklugga, við erum aldrei með skókluggu. Áfram. Getur haft sérefsingu, verið sóknarfókust. Bjóttu þig. Gegn, upp á toppinn. Ok, komið stopp. Ok, svo getum við haldið áfram. Annað sem við getum gert í þessu 4-4 sem ég nota mikið að það er ef að liðið stoppar að þá er fast break. Það er búið það. Þannig að við erum áfram bara í 4-4 og þegar að, sama vörn, sama sókn. Þannig að ef að liðið sem er liðið sem stoppar, ef þeir keyra upp, þá getur haft alls konar að baka. Ef þeir fara yfir, að þá fá þeir 2 stig fyrir að skora þar, en þeir fá bara 1 stig fyrir að skora hér. Ég líka snúði við að ef við fáum stopp, þá fáum við 1 stig. 2 stig fyrir að stoppa, 1 stig fyrir körfuna. Það snúðum svo allir við. En prófum hana, leiðum við fáum stoppið, þá breykum við upp. Yfir. Komdu, lóta. Já, fast breyk. Ok, flott, komum aftur yfir. Hvítir í vörn, bláir sókn. Ef við myndum telja bara þannig, að við fáum 1 stig fyrir stoppið, eða 2 stig fyrir stoppið og 1 fyrir körfuna og þá er 3-0. Kött í gegn, yfirdekka. Sjá boltan á mannin. Tala. Close out. Ok, villa, komin 1 villa, getur haft þá reglu. Það ef að koma 2 villur í sama posísjóninu, þá fáum við spretti. Ok, áfram. Hopp, stopp. Þeir hanga á kantinn,
þá bara fórstu eftir honum. Þannig að ef hann hefði gefið bara sendingu yfir þá var með layup. Alltaf stökka fyrir boltan til þess að vera með varnarstöðuna. Þetta var hann. Í gegn. Kom í gegn. Yfirtaka. Engin skóklukka. Hefur ekki að fá stopp þetta hvítir? Hjálpinn. Stopp. Nú varst þú karfa og maðurinn þegar voru inn, þá var þú að láta hann fara. Þegar hjálpa hinum einn, láta hann bara fara inn í. Ok. Steldu þessu þar. Stelum þessu. Sækjum á það. Áfram köttinu. Fínt. Ok, 4-0. Áfram saman vörnin. Og svona myndum við halda áfram. Svona myndum við halda áfram bara og leika sér bara með alls konar 4-4. Að fara, ef það er skor, það er bara að taka make it take it. Ef það er fara yfir, þá fá við boltan aftur. Geta að fara í, og þá erum við bara hinum megin. Spilum við 21. Við erum með 3 lið í þessu. Að ef það er þannig að við stoppum, keyrum yfir og skorum, að þá kemur liðið sem skorar, það kemur tilbaka, þá er hitt liðið tilbúið, tjekka boltan og förum strax í gang. Ef við erum á pre-season, þá er mjög gott að láta liðin alltaf þegar fara út, hvort sem sóknarlið eða varnarlið, að taka spretti á hliðarliðinni 2 eða 3. Það er mjög gott, það vil enginn gera það. Þannig að við Hefur við prófað aðeins? Við erum bara 10, eða ekki? Prófum að taka núna bara 4-4. Þannig að ef við stoppum, þá tökum við fast break. Og ef við myndum skora, þá er það mikið til. Tökum það. Yfirtaka. Stopp. Við viljum hafa ekstrím bóltaröfsu. Einnig frá, ekki leiða að fá bóltar. Ekki leiða að stela þessu hendingu. Við erum svolítið tilsíkar við það. Stela þessu. Yfirtaka. Sjá bóltanum manni. Talaðu þegar þig. Ok, fast break. Fast break. Spila á það, Arnór skorar. Hjálpa á því. Spila bótt á manni. Kósa. Þetta. Já. Fast break. Fáðu kappið, gera það. Fast break. Ok, gott. Núna myndum við skvítir, varna hliðar og spretta, lága upp kemur svo og það kemur nýtt varnarlið. Einfalt. Ok. Það eru eitthvað spurningar um eitthvað? Það var basic. Það ekki? Það er bara alveg saman hvað sem við trúum á, hvert við viljum stýra sóknarmönnunum og filosofíu sem við erum með. Sérndinni er bara að nota aðstæða, það er bara þess, og nota það til þess að koma öllum á sömu blaðsíðu. Það er ekkert skemmtilega heldur en að tvei varnarmenn séu að gera geðveika vinnu og svo eru hinni 3 okkar allt öllur. Það er ótrúlega. Þannig að ef við náum liðum okkar til þess að vera á sömu blaðsíðu varnarmenn sér, þá getum við gert ótrúlega hluti. Við sjáum bara aðlandsliðið, vörðina sem spiluðu, skiptu náttúrulega öllum skynum, en það er rakkinandarinni, frontuðu póstinn, fæstum þeirra voru alveg geðveikir, alveg ótrúlega flottar. Bæði þegar við erum með strákar sem eru með gríðarlega leikskilning, skildu náttúrulega hvað það var að leita til, og líka það
að þetta var bara algjörlega hrein. Symbólreglur, en algjörlega hrein. Allir nákvæmlega vissum hvað þetta að gera, þá gera sko liðið. En ef það er einhverjir, við höfum alltaf með þetta lið, það er alltaf einhver sem þetta bara að geta á sínan, bara að hjálpa á sterkliðinni og allt í einhverjum mómentum að það er óþóldi gæði. En það sittar þetta á bekknum ekki. Það er svolítið. Það skilja ekki því. En hérna, er komið spurningar eða? Velkomin. Það er ég það sem komið mikið á fjartirinu. Þeir sem komið seint, þeir fara síðustu röðuna, en þeir sem voru fyrstir, þeir með voru fyrstir. Við ætlum að fara núna yfir í stjörnuheimili hérna meginn. Og hérna, það er matur tilbúinn. Og Finnur byrjar sér með sýstirvestur eftir. Tökum sér pása þar og endur síðan á fyrirlunum. Takk fyrir. Hej hej.